Finnst þér þjónustana í Reykjavíkurborg hafa batnað? Finnst þér þú fá betri sorphirðu? Finnst þér að skólamálin séu í betri farvegi heldur en að hefur verið? Finnst þér til dæmis að velferðarmálin séu betri? Finnst þér þú ódýrari? Ég get lofað þér því að þau eru ekki ódýrari. Ég hef unnið á velferðarsviði Reykjavíkurborgar í 16 ár og þau eru ekki ódýrari. Daði Már Kristófersson sagði einmitt við Sigmund Davíð í gær að það væri alveg sko rosalega ómerkilegt af Sigmundi Davíð að vera að tala Reykjavíkurborg og hið opinbera á þessum nótum því að sko að fólki væri svo mikið að kalla eftir þjónustu. Í fyrsta lagi held ég að fólk sé ekkert svakalega mikið að kalla eftir aukinni þjónustu hins opinbera út af því að þjónusta hins opinbera er náttúrulega bara alls ekki góð og þegar hún er einkarekin. Hins vegar að þá finnst mér þetta alveg áhugaverð spurning sem að Daði Már ber fram og ég myndi svara henni þannig að jú, fólk er vissulega að biðja betri þjónustu en myndirðu samt ekki þá byrja á því að athuga af hverju það hversu mikið aukið fé er fyrir hendi hjá hinu opinbera og að sama hversu mikið er dælt inn til hins opinbera að þá verðist þjónustan ekkert batna. Þjónustan verðist nánast verða verri eftir því sem meirum peningum er varið í hið opinbera. Og það er eitthvað sem að mér þykir miklu frekar að við þurfum að vera að athuga. Sérstaklega þegar að húsnæðismálin er að verða og að komin á bara hættu slóði langum að segja að þá ættum við miklu frekar að vera að athuga það af hverju það er. Af hverju er hið opinbera búið að koma okkur í þessa stöðu. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.